Árið 2019 verður ár aðlögunar á okkar mati eftir langt og myndarlegt hagvaxtarskeið. Við spáum 3,4% hagvexti í ár en 1,5% vöxt á næsta ári. Hægari vöxtur á næsta ári hann skrifast á tímabundinn samdrátt í atvinnuvegafjárfestingu, hægari vöxt einkaneyslu og hóflegan vöxt þjónustuútflutnings, það er að segja ferðaþjónustunnar að mestu leyti. Það má því segja að þessir helstu drifkraftar hagvaxtar síðustu ár taki sér eins konar kúnspásu á næsta ári. Í kjölfarið glæðir svo vöxtur að nýju, atvinnuvegafjárfesting fer aftur að vaxa, önnur fjárfesting vex áfram, einkaneysla mun fara að vaxa að hraðar á nýjan leik og útflutningur heldur áfram að aukast. Þá útlit fyrir betra jafnvægi á íbúðamarkaði en verið hefur. Framboð af nýju íbúðarhúsnæði að aukast og við spáum raunar í heildina alltaf 50% aukningu á íbúðafjárfestingu á spátímanum. Þetta hefur þá líka í för með sér að verð mun hækka hægt og sígandi og betra jafnvægi almennt að skapast á markaðnum. Krónan hefur veikst nokkuð undanfarnar vikur og að mati okkar í stöðu núna sem endurspeglar betra jafnvægi og eykur líkur á tiltölulega hagstæðum utanríkisviðskiptum á komandi misserum. Við höldum þó að krónan verði tiltölulega sterk í sögulegu ljósi út áratuginn. Hagstæðari utanríkisviðskipti koma þar við sögu, við spáum viðskiptaafgangi út spátíman, hrein eignastaða þjóðarbúsins er orðið jákvæð, Seðlabankinn hefur drjúgan gjaldeyrisforða og tiltrú á hagkerfinu hefur aukist á alþjóðavísu. Við teljum að verðbólga muni aukast tímabundið, fara nokkuð yfir verðbólgumarkmiðið og verða að jafnaði 3,5% á næsta ári, en hjaðna síðan hægt og bítandi í áttina verðbólgumarkmiðinu í kjölfarið. Þar er þó launaþróun á næsta ári töluverður óvissu þáttur. Við spáum fremur litlu breytingum á stýrivöxtum en þó að ekki sé útilokað að þeir lækki lítillega á spátímanum. Raunvextir munu hins vegar lækka að mati okkar og einnig langtíma óverðtryggðu vextir eftir nokkra hækkun síðustu mánuði.